Jarðvarmi og vatnsafl hafa verið aðal orkukostir hér á landi alla tíð og hafa þeir verið áreiðanlegir. Í allri umræðu virkjanir og nýtingu náttúruauðlinda á Íslandi hefur vindorka komið þar upp sem möguleiki til raforkuvinnslu. Það jú líka vindasamt á Íslandi, þannig að auðvelt ætti að vera að snúa spöðum á vindmælum. Við ræddum þetta meðal annars við Ásgeir Margeirsson þegar við hittum hann fyrr í vetur, en spurðum hann líka út í umtalaða Suðurnesjalínu 2, gagnaver á Suðurnesjum og fleira. Tölum aðeins vindorku. Hún eitthvað inn að borða hjá ykkur? Já, við höfum verið að skoða svolítið möguleikana í því og því er kannski ágætlega lýst með því að við höfum gegnum tíðina mjög oft fengið spurningar, sérstaklega frá erlendum gestum, af hverju nýtið ekki vindorkuna? Og svarið hefur yfirleitt legið í því að við höfum tvo aðra kosti sem eru vatnsafl og jarðvarmi, sem eru áreiðanlegri og hagstæðari eða ódýrari. Því það alltaf keppikefli líka að halda orkuverðinu sem lægstu. Og það er ennþá svo og verður áfram að jarðvarmi og vatnsafl eru áreiðanlegri orkuöflunarkostir heldur en vindorka því vindurinn blæs ekki alltaf. En það er að breytast að þetta með hagkvæmnina. Vindorka er að verða mjög hagkvæm. Víða út í hinu stóra heimi eða á flestum stöðum þar sem að menn eru að virkja vindorku, þar eru menn að reyna að minnka mikilvægi skítugrar orkuframleiðslu, ef svo má segja, mengandi orkuframleiðslu, og komast í einhverja hreina orku. Og þar eru oft einu kostirnir vindur eða sól. Og sól á ná ekki mikið á pallborði hjá okkur Íslendingum eða við hjá sólinni. Þannig að við getum hugsað vindinn. En sá stuðningur við vindorkuvinnslu sem að víða er erlendis út af þessu er ekki til staðar á Íslandi því að aðrir orkukostir eru hreinir. Svo er hitt að það vantar löggjöf og regluverk á Íslandi fyrir vindorku. Það er ennþá til dæmis þráttað það hvort að vindorka eigi að vera í rammaáætlun eða ekki. Og það þarf að hreinsa það mál. Við höfum leitað til sveitarfélaga hér á Skaganum, bæði Grindavíkur og Reykjanesbæjar með það fá heimild til að reisa mastur til þess að mæla vind, til að rannsaka möguleikana. Það hefur ekki fengist í gegn ennþá og meðal annars að því að það vanti stefnu vindorku eða sveitarfélögin þurfa að hafa eitthvað stefnu í því. Svo það að það virðist vera sem margir vilja ekki sjá vindmyllur eða heyra í þeim. Það virðist vera útbreitt sjónarmið. Það þarf hins vegar að hafa í huga að það sem hefur verið gert í vindorku í Íslandi bendir til þess að nýtingatími vindmylla á Íslandi sé töluvert hærri heldur en í mörgum öðrum löndum og jafnvel á við það sem gerist út á hafi, til dæmis í Norðursjón, sem er mjög gott, sem hefur jákvæð áhrif þá til lækkunar á framleiðslukostnaði. Það er líka hægt að horfa til þess að vindorku má nýta á stöðum sem er ekki skilgreindar sem einhvers konar náttúruperlur, eins og fallvötn eða háhitasvæði. Og þannig að þetta er öðruvísi kostur heldur en vatnsafl eða jarðvarmi. Ég hef þá trú að það muni verða virkjaður svolítill vindur á Íslandi í náinni framtíð og ég vil helst sjá að aðeins dreift landið. Þannig að það verði ekki allar í logni á sama tíma vindmyllunar ef svo má segja. Það minnka líkurnar á því. Man sér nú einhvern veginn möguleika á Reykjanesi þar sem að vindurinn er sjaldan, hann er yfirleitt á nokkru ferð og ertu með eitthvað svona einfalt dæmi sem þú getur sagt okkur hvað margar vindmyllur myndu skapa mikla orku og svona, er það eitthvað til í bókunum hjá okkur? Já, það er til og vindmyllur eru sko stækkandi, þessar stærstu vindmyllur eru stækkandi. Það er kannski 3,5, 4 upp í 5 megawatt hver vindmylla en það er hækka þá leið. Það er mjög mikilvægt að mæla vindinn á viðkomandi svæði mjög vel með svona mælimastri áður en að vindmyllur eru valdar til þess að fá sem besta nýtni, setja réttu vindmyllurnar upp. Það er hægur vandi að virkja með vindorku allnokkra 20 megawatt út á Reykjanesi. En það þarf að hafa fleiri þætti í huga líka. Það er að segja svæði þar sem er auðvelt að koma staðinn til að sinna þeim, svæði sem eru nálægt flutningskerfi raforku, svæði þar sem eru vegir fyrir og þess aftar. Þetta er allt í staðar á Reykjanesi til dæmis. Það eru til aðrir staðir á Reykjanesskaganum sem getur verið áhugaverðir út frá vindinum en eru það kannski ekki af því að það þurfti að leggja vegi langan veg hraun og háspennulínur eða jarðstrengi sem auka þá kostnaðinn og umhverfisáhrifin
af því það ekkert til staðar á þessum svæðum, þau eru óbyggð eða ósnert. Það þarf líka að hafa þetta í huga. Svo má þetta ekki vera of nálægt flugvelli, ekki of nálægt byggð og þess aftar. Þannig að það er mörg að hyggja og ég hef trú á að þetta muni koma. Og þetta mun skipta máli í verðþróun á raforku á Íslandi í dag. Því við verðum líka að hafa í huga að ef við horfum á orkukosti landsins sem ávaxtatré, þá er búið að tína ávextina neðst í trénu eins og gjarnan er sagt. Það er búið að virkja hagkvæmustu kostina. Þannig að raforka frá framtíðarvirkjunum verður dýrari heldur en frá þeim sem búið er að virkja í dag. Það mun ýta orkuverðið upp á við. Ein leiðin til þess að ýta því niður að halda í við hækkunina er vindorka. Önnur leið er hugsanlega djúpborunarverkefnið okkar. Þar sem markmiðið er að virkja fyrir lægri tilkostnaðum með minni umhverfisáhrif. Það er stóra markmiðið. Varðandi vindorkuna, stórfyrirtæki eins og Apple er að nýta sér slíkt út í Ameríku. Já, og víðar heldur en þar. Já. Apple, Facebook, Google og Amazon og mikið í Skandinavíu. Keyra allar geymslurnar sínar. Já, það sem að þeir horfa til er hrein orka í sem mestum mæli, leggja áherslu á það, meira en mörg önnur fyrirtæki. Og væri þess vegna kjörið fyrir þá að líta til Íslands. Vandamálið fyrir þá er kannski gagnaflutningurinn. Þannig að gagnaverin sem hérna eru, þau eru meira að horfa til tiltölulega lítils magns á gagnaflutningi til og frá en meira af reiknigetu sem er mjög raforkukrefjandi sem fer þá fram hér, fá til sín tiltölulega lítið af upplýsingum, vinna mikla þunga útreikninga og senda svo niðurstöðu frá sér. Það er ekki gagnaveri eins og þú ert í sambandi við þegar þú ert á Facebook í símanum eða eitthvað slíkt sem þarf að svara mjög hratt. Þetta er mikill vöxtur í þessu. Gagnaveri á Íslandi í dag eru notað líklega rúmlega 100 megawatt. Fyrir bara 2 árum síðan var þetta kannski 10 eða 20. Þannig að þetta er vaxandi. Og er ekki Reykjanesi að verða eins konar miðstöð gagnavera á Íslandi? Jú, það er náttúrulega Ásbrú og Fitjar eru náttúrulega aðalstaðurinn og þetta víkur hugsuninni að raforkuflutningskerfinu. Það er náttúrulega töluvert mikil raforkuframleiðsla á Suðurnesjum, þar segir Svartsengi og Reykjanesi. Raforkunotkun er mjög vaxandi, ekki síst með gagnaverum, líka brota vexti sveitarfélagana og flugvallarins, svo dæmis í tekið. Og við erum með eina línu hingað suður eftir sem er í raun og veru óásættanlegt raforkuöryggi að hafa ekki 2 tengingar. Þannig að Suðurnesjalína 2 sem hefur verið í miklum hremmingum í gegnum tíðina eins og mörg önnur verkefni þarf að koma fyrir samfélagið, óháð stóriðju í Helguvík. Suðurnes þurfa Suðurnesjalínu 2 til þess að tryggja raforkuöryggi, til þess að tryggja flutningsgetu á raforku inn á svæðið og út af því. Það er ekki hægt að einfalda málið því miður og segja virkjanirnar hérna suður frá sjá bara þetta svæði. Það er ekki nægilegt öryggi. Við verðum að hafa góða tengingu við meginhluta landsins og þá meira en eina tengingu. Þar þurfa að vera 2. Landið þarf meiri raforku á næstu árum og áratug. Áratugum? Já. Eru þið ekki alltaf að hugsa hvernig þið getið búið til meiri orku, hvernig þið getið stækkað og eru ekki fleiri aðalar í því? Hvernig sérðu þetta fyrir þeirra í framtíðinni að gerast? Þú varst búin að nefna vindmyllur, en þú hafðir áhyggjur af þessu síðast þegar við tölum saman. Já, og ég hef ennþá áhyggjur af þessu vegna þess að það er svo auðvelt að detta í þá gryfju að það verði ekki til það rafmagn sem samfélagið þarf. Og það hefur reyndar verið þannig, eins og ég sagði áðan, að ákveðnir viðskiptavinir eða hugsanlegir viðskiptavinir hafa orðið frá að hverfa því það er ekki til rafmagn fyrir þá. Og gildi þá inni hvort það eru við einhver aðrir sem ætluðum að útvega þeim rafmagn. Stundum strandar það á flutningsgetunni líka. Samfélagið mun þróast í þessa átt og þrátt fyrir að tæki og tólin og heimilunum okkar sé að verða meira og meira orkusparandi, þá fjölgar þeim. Og tala nú ekki svo rafmagnsbílana og tvinnbílana, tengilbílana, að þetta eykur raforkunotkun heimila þegar hlaðið er heima og það þarf að vera til rafmagn fyrir þetta. Það verður ekki til í snúrunum því miður og það þarf að framleiða þetta rafmagn. Ef að það verður skortur á framboði rafmagni þá mun raforkuverð hækka. Það er ekki gott, allavega að þessu sjónarmiði. Ég sé fyrir mér áframhaldandi framleiðslu
nýja framleiðslu, jarðvarma og vatnsafli að einhverju marki og vindorku líka. Aðrir framleiðslumöguleikar á raforku í Íslandi í dag eru nú svona fjarlægari. Ég sé fyrir mig líka aukningu í notkun í sambandi við vetnisbíla og framleiðslu á vetni. Sérstaklega fyrir langdrægari bíla heldur en rafmagnsbílana og jafnvel samgöngum á sjó. Það er mjög mikið framundan og allt miðar það í samgöngunum að minni mengun. Minnka mengun frá bílum, minnka mengun frá skipum og svo framvegis. Það skiptir okkur mjög miklu máli. Við verðum að horfa glóbalt svo í sletta þess, það er að segja á heimsmyndina og jörðina. Við verðum líka að horfa til þess hvað við erum að gera í samfélagi þjóðanna. Þeir sem oft tala á móti frekari orkuvinnslu segja bara lokum einu álveri eða svo. En hverjir eru þessi við sem tökum ákvörðun að loka álveri? Það er ekki þeir sem eru að mótmæla þessu, það er ekki við, það er samfélagið eða fyrirtæki sem reka álveri og þau eru samningsbundin til langs tíma. Það er engin hægðarleikur að gera það og þá þarf líka að horfa til þess hvaða áhrif hefur það á samfélagið. Ef álver lokar og 500 eða 1000 eða 1500 manns missa vinnuna, hvað kemur í staði? Þeim spurningum er nú ekki auðsvarað og við þurfum bara að horfa á heildarmyndina og stefnu samfélagsins, hvernig hún er. Á meðan að hún er þannig að það er séð fram á aukna orkuþörf og orkuspárnefnd spáir því, þá reynum við að vinna að því að uppfylla þörfina.